fucking GTA 4 í PC Svo mikið svona rugl sem maður getur gert. Þú ert að keyra ég og Guðmar að spila og að keyra svo hringi síminn hey cousin wanna go bowling það dæmi og ég ítt og vill að taka eða hann ítt og vill að taka og í stað fyrir að cancela símanum þá hoppa hann út úr bílnum og ég hugsa þetta ef þetta væri í alvöru hversu rámt heilin þurfti að fara það er eitthvað að hringi við mig hoppa út úr bílnum Þetta er the ultimate fuck you. Þú drepur því í staðan fyrir að svara símanum. Nú er það orðið bara svona Louis C.K. joke Þú þarft ekki að fara endur nýjan ökuskírteini You can kill yourself Ég hugsa svona þegar vinkunum mínar þú veist fara að væla eitthvað svona rosalega lítið shit just kill yourself bara er hann að senda mikið á þér Tinder dreftu því alltaf einlaus Þetta byrjar svo jákvætt en samt í alvöru ég er svo woke ég er mjög woke Hvað ertu woke yfir? Hvað ertu mest woke yfir heldur en svona að þú heldur aðrir eru hræðilegir í? Svona equality of the sexes svona ándjóks varandi að borga hluti ég nefni þetta upp í vinnu ykkur að tala um að gæinn hann er alltaf að vaska upp diskan eitthvað ég eitthvað já equality og bara ég sagði þetta orð og allir bara hvað meinar þið ertu að implya að það er sexist að þú sést að þrífa meira eða konan sér þrífa meira ég it was a joke og ég fengi þetta oft varandi það ef ég og Karin með að fá okkur á borðvegstar og þetta er alltaf inn á svona ódýrari skyndibitsstöðunum að því við erum kept like trash ég fengi þetta held í 4 sinnum á Dominos og alltaf á hamnagöldunni fucking hamnagöldunni og ég allar að láta konuna borga ég er ekki sagt það oft það er að flengja þessa starfsmennska alltaf svarið mitt er jafnlega þinni og öll tilfellilega að sjálfsögur kona segja þetta eða stelpa, þetta er stelpur að segja þetta keppur, fucking stelpur ég hata stelpur en þú veist, já mér er leiðilegt að tala um fólk sem er ekki orðið nógu þroska í samræðum get cancelled for that man Nei sko Jón, að því ég er búin að taka mjög mörgum viðtal við yngri fólk og tala svona so far ekki verið cancelled þannig að let's just keep digging the grave sko já let's keep going stóra skóplu sko já maður kannski leið mér að útskýra eins við erum bræður við ég, þú, Alexander við erum allir 3 bræður apparently og við tveir náttúrulega 6 ára milli okkar þannig að þegar þú mást hvernig það var þegar við vorum krakkar ég vorum alltaf saman í herbyggi í svona sekunum kojum þú fluttir að heiman 17-18 svo fluttir tilbaka og voru líka í svona basically sama herbyggi það var bara svona Return of the Jedi moment. Það var frat shit, það var gaman það var náttúrulega ég og hann vorum ekki vinir svo langt frá því að vera vinir við deildum herbyggi held í 7 ári eitthvað já, við vorum yngri ekki samfleikt en svona 7 svona total og svo þeir fluttu út og svo þeir kom aftur heim like we all do þá allt í nú bara já Friðrik komin á unglingsárin og hann er ekki komin með persónuleika og þú veist krakkar er ekki með persónuleika fyrir svona 15 krakkar er bara fucking spila Borderlands saman já, keypti tölvuleiki fyrir mig það var ekki gaman og mátti að spila eitthvað annað ég manni ekki hvað ég gerði já, svo byrjaði að fara rúndin og ég náttúrulega var að fá bílprófið þannig að þú varst að keyra með mér og ég keypti bíl með þér og svona ég keypti bílið þinn, skilur já góð bíl já við rústum honum voru ekki træsan hennar fyrir já sko, við byggum inn á faxaböndinni, þetta var þannig að við vorum á 3. hæð og hvað er það að setja margir fermetrar uppi þetta er lengur en þessi íbúð þetta var hvað var það þetta var auðvitað 25-30 fermetrar af því þetta var íbúðin sem ég er núna hún er aðeins lengri þannig að segjum þetta svona 25 fermetrar
en ég var í svona 6 fermetrum að búið að loka af horninu og í sko súð já, í þrefaldur súð þrefaldur súð, já. Þannig að herbyggi var basically stúl hann var með svona 3 fermetrum sem voru svona, já, ég get staðið en já, sem þetta fyrir var mjög lítill þá var það ekki droslega mikið vesen þannig að ég var með setupið mitt á jömrúmi og svona, en hurðin var bara eins og piece of cardboard með svona, ég keypti eins og lás þetta var basically bara, veggur já. og hurð en Þunnur ekki veggur, tvöfaldur veggur eða veggur með einangrun eða nei, hvað myndir þú kalla svona ekki timbur, þetta var náttúrulega bara, hvað er hurð þykk? Já. Það er það já, basic hurð bara hannig og ekki þannig og þannig að það heyrist allt gegn, skilur, það var vænlega svo þú byrjar með Karen, byrjar að heyra ykkur að ríða og ég að brjóta veggin hérna það ef þú ferð í þetta herbyggi skvatta niður og myndir setja hendina svona þá er þessi veggur brotinn svona þú getur gera svona og ferð loftinn og þá byrjar með að vera ískallt á nóttinni þetta var erfitt líf og ég reyndi að spæta að rétt ára fluttur út þá ber ég með einhverjars kærist og ég alright, nú get ég fuckað í honum en svo fluttur út yep. en ég fekk rúmið mitt og ég reið á rúminu þannig að that's perfectly fine we're settled sko svaka redemption arc það voru að klára þetta sko það er svo gott rúm sko en þú ert komin núna á Suðurgötuna Já, þetta sem er fáralegt og þegar ég flutti út uppræðlega þá kom ég hingað já, við sömu íbúð og getur þú gert your own thing once sem er basically þetta akkurat sko já, basically, ég byrja podcast til að klára arkið já, loksins byrja að hugsa sjálfstætt já, það ekki bara sko, ég er að kenna Jóni Excel-ina sko já gæti samt örgulega henni mér eitthvað hvað er svona við vorum alltaf, ok, ég er með svona top 5 questions top 5 questions ég og þú hlusta mikið á podcast þannig að við alltaf báðir erum með svona favorite bits úr þættum eitthvað þannig að okkur langar að prófa eitthvað og hérna ef þú farið með fleiri hugmyndir, let me know, ég er með spurningar fyrir þig byrjum bara hvað var ég að skrifa um? Já, taka bröllur, ég veit ekki okkur ég skrifa það taka bröllur er mjög skemmtilegt orðið við franskar nei, það er bröðstakinn nei, já bröllur er franskar bröllur, það er í Dóminus bröllur, bröðfranstaka Karen sagði þetta í tímann ég alveg excuse me, hvað varst þú að segja excuse me, woman ég ætla að fá eina bröllur ég meina byrjum bara super serious okay. Trúið þú eitthvað? Að því við, þú veist, hvað heldur að gerist þú degin? Skilur, þannig svona. Þetta er ennþá svo stór spurning. En okkur finnst gaman að tala um þetta, þannig að það er ekki pirraðir, skilur. Já, náttúrulega, sko, kristna stelpur, sko. Það að segja, þú veist, kerstu. En mér langar að heyra fyrst, sko, að mér langar að heyra þetta líka bara. Ég er alltaf ekki að kanna atheist, svona svolítið búrið, en þú, þegar þú fermdir, fórst ekki marga svona kirkjur og prófaði að fylgja þessu, kannski ég segja okkur um það. Já, náttúrulega, þú veist, bekkjabróðir sem er flott í hvernig svo einn af gömlu bestu vinnurum mínum var hvað ég man ekki hvað trúir hans tippa með fucking Buddhismi, Indian nei, þú hefur ekki svo heilt þetta Bahaya trú, hann er koma, Bahaya what? Já, og það er actually pretty cool sko, veist, ég sko það eitthvað og ég fór í messurnar eitthvað, ég er ekki að segja þessi betri þig og ég er ekki betri þig en það byggingin sem er í Keflavík það er bygging þarna Bahaya, já ég múið 20 ára að labba hana fram með þessu húsi og vissi ekkert hvað það var inn í þessu húsi og já, ég var bara get mikið að reyna að finna með hana þar segja trúaleysi og amma náttúrulega var þvílíkt trúan það var hvað, 14 eða eitthvað akkurat, nei, þetta er 2007-2008 þegar ég er að fermast já. og svo fermtist ég ég bara, ok, ég greið bara kristin trúar eitthvað og svo náttúrulega, þú veist, deyr amma sem er, þú veist, þvílíkt trú á þessum tíma þú veist, fekk krabbamein losaði sig við það þú veist, svo bara, nei, aftur og dó og þá, ég var nótið, ég á moment að sjálfum mér en að á hólnum, hliðin á leiðinu hennar bara, cursing the sky, skilur það er ekki fucking mynd sko ég bara, ef það er eitthvað fucking guð þá myndi hann ekki gera það þessa konu og svo, þú veist, stundu fæ ég þessi moment þegar ég er að, þú veist, tala við Karinni trú ég bara, þú veist ef það er guð þá er hann
asshole legit asshole of course maður ef þú myndir hafa þetta vald til að búa til líf eða whatever og býr til fólk eða börn með sjúkdóma meðan þeir voru í maganum á einhverju konu crack babies og fucking fæðist og deyrð áður og verið 3 daga þetta er bara I don't want to get too serious here what are the chances man það er svo mikið privilege að fæðast inn í heimili það er bara privilege skilur akkurat en til að svara spurningunni þá það er svona já og nei ég trúi ekki á neina guði en ég trúi að basically það sem við þekkjum í nútíma samfélagi karma ég trúi á það sko ef þú ert bara þetta er samt sko það er alveg hægt að rökra á móti því ef Adolf Hitler top 8% af heiminum er að þekta á endanum en það er worth it eiginlega ekki ein skutt sjálfa sig what's the justice in that ekki smá pynting hér og það en hann fekk ekki draumið sem að vera artisti that's the karma sko come on Jón ekki farið í Auschwitz eða nefnilega ekki ég hef ekki farið í Auschwitz nei mér langar hins vegar að fara í Auschwitz hvað ég var að tala um þetta síðasta póka sem ég tók upp með Ágústu og Unnur fyrst þeirra ætti bara að bury allt leiðilegt sem gerist við okkur í heiminum Auschwitz þrælabúðinniðar í Indonésiu, Tælandi á bara fucking gleymi þessu skilur the argument þetta er ég skil báða hliðina en það sem þú lærir af því finnst mér vera mikið væra en það sem þú myndir reyna að gleyma einhverju eins og það sem Bandaríkjamenn reyndu að gera það sem við gerum við Indíánana öllu sem fólk sem er 60 plus veit ekki 10% af þessu sem gerðist ég meina bækuna sem Joe Rogan var ég hef ekki lesið þessar bækur sem hann er að tala um en hann hlusta bara podcastin I've read through quite a few articles en hann las ekki ég man ekki þessar bækur hitt en hann fekk rithönduna á podcasti og talaði the genocide sem gerðist þarna og þeir var að stela börnum og bara hræðilegt það sem gerðist þarna og hann veit ekki að því skilur en það gerðist right there sko við vitum að það kennt okkur vikinga drastið sem er okkar fórtíð sem er allt bara morð og nauðgun og it's not a bunch of cool guys sko en fyrir okkur they're a bunch of cool guys it's just a bunch of knuckleheads sko þetta er bara þeir fuck come on en það var heiminum þá og nú er heiminum það er allir rosalega PC núna og ég hugsa þetta gett mikið því lengri tíma sem við förum því meira hugsa alltaf fólk sem það er bara barbarians síðmenning var ekki til þá en svo ég hef hort á heimildamindi við fyrstu síðmenninguna ég man ekki hvað heitir en það er rosalega líkt því bara eins og ef við myndum fara í Ítalíu fyrir 100 ára síðan og það er fyrir einhvernum 8.000 árum síðan var það bara eitthvað culture sem er farin sorry að stoppa en bara þetta ég elska, það er eitthvað channel sem heitir Biographies á YouTube, check it out en hann talar þjóðflokka frá kannski 10.000 árum síðan hérna í Egyptu eða eitthvað og þetta er allt bara rosalega svipað og svo enda þetta gets svipulega og fólk að tala um í Ameríkana og eitthvað það skiptir ekki máli hvort sagan okkar hafa verið skrifið á blaðið eða ekki við endurtökum alltaf sömu mistökin af hverju ættum að fá Guð þá líka og hei, Guð er hugmynd af mönnum til þess að reyna að útskýra eitthvað sem við getum ekki útskýrt þetta er svo einföld setning hei, af hverju fáum við ekki jafn mikið mat í dag en í fyrra og það lítur ykkur reiður út í okkur hvað getum við þetta er svo við erum svo shameful alltaf þetta er svo einfalt að útskýra og ég hef oft sagt þetta ekki síðustu árin en ég hef sagt þetta við fólk sem er vel trúað og ég hef einhvern veginn vera að rökraða við svona fólk þar ég hægt en bara svona pröfa að opna hugaðinn á að þegar þú varst ungur og varst að reyna að búa til eitthvað útskýringi þínum ein heila yfir ykkur sem þú gast ekki útskýrt er ekki bara flott útskýringa bara fyrir einn gæði sem gerir þetta allt
það er það sko þú veist, var alltaf, þú veist, ef þú ert að fokka upp og ert ekki á vinnunni, það er ekki að fokka móti það er ekki að 1% á móti akkurat, og svo náttúrulega er hægt að tengja það sama inn á karma, þú veist, mér finnst það samt vera fallegri hugmynd en það sem kirkjan notar til þess að hræða fólk er að ef þú ert ekki að gera það sem ég vill að þú sért að gera, þá ferðu til hell, til eilífðar, þú veist þannig að gleymum þessu lífi sem er í gangi right now. Þetta var náttúrulega að pirra mig svo mikið, fólk tala stundum trúarbrögðin svo þetta sé svona rosalega fallegt en vestræn kristin trú eru ógeðsleg en og það verður partur á ógeðsleg þú veist, partur af tíðin okkar skilur að taka yfir þjóðflokka og þrýsta niður þeirra trúa fólk og myrða þá sem eru móti taka börn og nauðgæðum og færa fresta kringum og circumcision, þú veist það var ræða það eitthvað eða, þú veist hafið þið séð þetta er í gyðingatrú það var náttúrulega, þú veist, ég á að klippa smá tippinu og back in the day það voru Irish og fyrir tala þetta þá þurfti presturinn að sjúga blóði eða var ekki blóð að tippinu en þá í dag hefbundin, já þetta er ekki gert náttúrulega allstar en svona orthodox hard the Jews ok, ég verða bara að stoppa right now eins og ég var að segja, gyðingar er eiginlega orsök af öllum vandamál í heiminum og, nei, betur afsakið fyrir minn þeir sem er að hlusta á þetta ég er með einna Yamaka, þetta er ekki kallað að geða mig hættur en ég keipti þetta að því hvað maður að hvenar ég keipti þetta komst út sem það geðingur þið verða að horfa á þetta mynda sko, ekki hlusta bara, ég verði að búi sko. En geðingatrú hefur alltaf verið ógeðslega fascinating fyrir mig að því að hvað þeir hafa gangið gegnum bara síðan það byrjaði skilur super áhugavert þeir eru bara alltaf að vera bara þeir fá ekki breyk þeir hafa verið scapegoats fyrir svo miklu frá þú veist löndum, Hitler og allt það og það er alltaf bara in the back of their minds að the Jews gerði þetta út af þessu og þessu og svo þegar eitthvað gangi í heiminu þá er eitthvað alveg já þú eru gengur að hversu low 9/11 allt sko fucking og það eru Íslendingar sem halda svona líka ég hef séð það á kommentarkarunum sko þetta gyðingatrú finnst mér alltaf áhugavert ég veit ekki hvort ég sé gyðing á Íslandi við erum það langt í burtu ég kynst tveim en á uppistandarsíðum á Íslandi en bara þessi setning er svona gyðingatrú þeir eru rosalega nískir það er alltaf djóki að þeir eru gett fucking taka alltaf peningin en gyðingar hafa verið kent þegar þeir eru prosecuted út af rosalega miklu sem ég kannski gerði ekki og þeir halda alltaf their komin að segja culture menningin í gyðingatrú þeir halda henni vel saman með Islam og sem er super cool sko. já og það var viðtal við eitthvað gyðing sem var að tala þegar það var að taka Himmler og alltaf það og prosecute over war crimes þegar þú veist, er það ekki að skrýta að þú vilt bara ekki breyta neinu og halda trúinni og þá var hann bara, þú veist, what's the point af þessu öllu, við höldum ekki ykkur culture, höldum fjölskyldum, höldum menningu það er margt gott við þetta já. Og ef ég vil koma full circle og segja sko að þú hata gyðinga og út móti þessu öllu eins og við kærstum hennar, hún er trúið en hún hennar trú, hvernig hún iðkar hana og hvernig fjölskyldan iðkar hana er eins og fólk á að iðka þessa trú hvernig svona fjölskylduna hefur oft hjálpar fólki og er ógeðslega næs og dæmi ekki og svona vestræn kristin trú þá var ég að tala Bandaríkin sko, ef þau myndu iðkana eins og Jesús kendi þeim þá væri ekkit vandamál en það er svona, það er ekki hægt að segja það því kristin trú eru 10 aðrar það er alltaf mál, þeir skiptast alltaf mikið niður það er alltaf eina vandamála þess en ef Jesús var hangandi með hórum skilur og betlurum og eitthvað svona og heldur að mennilegur kristin iðkandi myndi gera það í Bandaríkjunum þeir vilja ekki svona sjá pínu dögt fólk í héraði skilur eða í nágranninu það er ekki það sem Jesús myndi gera ég meina við fáum okkar svona Jesús sex er ekki að cool guy ef þú hugsa út mér finnst þetta alltaf fucked up með Ameríku með sex culture skilur að vera fucking shameful og má ekki gera neitt svona við fáum mikið af þessu frá þeim skilur og
aðra partar af heiminum því við alltaf lærum svo mikið af Við Ameríku erum Ameríku nummer 2 sko, ég hef alltaf sagt það Ég meina Ísland vill er á sko rocket ship speed að verða bara næsta Ameríka með við tölum Það er komni reality shows Já, akkurat, æðum þau Fuck, hann horfir á þetta Mér finnst þetta fucking fyndi með bara þetta Anna æði sem dæmi Ég spurt fullt af fólki á mínum aldri og svona þetta er allt bara fyndi og flestir eru að horfa þetta af því að þetta er bara svo heimskulega Það er nefnilega og það sem er alltaf læskil pínu businessplan sko. Og því að Gauir, Jersey æði Shore til þetta sem er bakið þeirra þetta er allt planað og genius Ég veit ekki hvað þátt að tala En já, hefur ekki séð hana á netinu? ég er completely on Já, ok, þetta er the reality show sem er í Íslandi Ok, Þetta- ég held ég búin að sjá eitthvað smá D.V.S. Þetta er Þegar ég þóri inn á þrír þú veist, þetta var að gera skænsótt en þeir eru þrír homar, I think og trans kinda. Samkynhneigt Já, þú veist, ég held að nokkuð trans þú veist, þannig að það verður að stelpa svona, ég man ekki og einn var að giftast og eitthvað svona eitthvað whatever en að því Byrju, voru við búin að leifa transfólk að giftast? Jesus en ég tala stundum þetta ég ætla ekki að segja nafn ég var með stelpu hérna mörgst í fyrra og ég kynntist vinum hennar sem mörgst í bænum og við fórum ekkert út í svona park og fullt af Bara fólki transfólk má vera Nei, málið að þau voru öll með eitthvað svona svipuð sögu já, ég er hún hommi og ég er hún trans og ég Það er er áhugavert fólk já, Þú getur ekki tekið það en málið er nefnilega þú veist, maður verður ekki að geta grína þessu þeir eru allir rosalega, vil ekki tala um neitt og veit ekki hvað er í gangi í þeirra lífi en þeir eru búin að breytast, þeir eru transitiona og sumt að þeir voru að tala um þetta að mikið af þessu er svona athyglis til að fá athygli, þá er það að verða hommar eitthvað svona og ég hugsa oft um það já, en ég hugsa um það, ég er svona kannski, þú veist kannski er maður hommi, kannski er maður kannski fílum með þetta It's a spectrum já, it's a real spectrum en maður þarf ekki að vera fucking, ég ætla að vera 16 og koma strax út og vera fucking hard á móti þér að því þú segir ekki my pronouns því að það getur ekki verið besta legin til að Þetta er ekki raunanlega en ég hugsa líka það var eitt strákur með mér í grunnskóla sem var, hann er hommi núna, hann er klifli en það var alltaf ekki að grína á honum og þú veist, og koma hann út af því að hann var svo hann var alltaf öðru sinni en ég og þú skilur nei, auðvitað overly svona eins og stelpa og svona og það fyrst að allir weird þegar maður krakki en núna er hann er bara manneski skilur whatever Eða Nei sko uppistandana hann ger ekki jafn mikið af hræðileg djókum og ég Sko ég er náttúrulega ég hef djammað með helliga transfólk og eitthvað svona og þú veist, they really know how to party já, þeir hafa gaman sko en máli með að veist, fólk sem er sérstaklega trans veist, getur þú fucking ímyndað að ströggla í ein heilaðarandi hvað í fokkanum er ég en á the end of the day þegar þú komið og þú ert búin að sektast við okkur svona veist, ég held þú sést bara að gera yourself the service að geta ekki gert grínum þetta sko. það er ekki partur af þessu öllu af hverju það veist, eins og besta vinkona mín Aldís var Emil skiljum og hún er bara veist, það var ekkert ströggl hjá henni varandi að vinir hennar voru ekki að setja þetta eða just jafnvel fjölskyldan þannig hún fannst henni aldrei privileged og það var allir bara you go girl skiljum veist, bara, veist, hún hefur alltaf verið eccentric og skrítin og eitthvað svona á góðan hátt en veist, ég maður þegar hún sagði mig fyrst að hún var samkynniðurinn verið ást bæ eitthvað svona, ég var já veist, tell me something new ég ætla að vita þetta og svo var hann transgender, já geggja bara ætla að taka viniðin af já, og hefur hún gert það? ég ætla að leifa henni að svara þessu hún mun koma að pokast já maður, ég er að gefa það því mér finnst svarið hennar alltaf jafn fyndið já, þá geymum við það bara já en ok, aðeins meira Aldís þú spyrir eina spurningu og svo bara búið við dýreiluðum allt nei, this is how a conversation goes what? Ég hata útvarp sem þeir eru báðir bara að reyna að stoppa hvern annan til að komast þetta er flott svar, en við erum með aðra spurningu ég hlusta á hvað 100 gæri fyrst skipt í mörg ári ég bara, þú veist, this fucking sucks það er bara eitthvað sem er bara klukku en þeir voru að tala um páskana og þeir byrju bara drottinn minn sko sem kom hér og við verum að celebrate fyrir og
Ég ekki, hvað í gangi? Þetta er bad attempt at humor, sko, þú veist. En með Aldís, mér langar bara að segja þetta en að hún var fyrsta manneskja sem ég kringum mig sem var að transitiona og ég hef ekki það mikið að vinna sem hommar það við erum náttúrulega minni bæ Við erum ekki umkring. Nei, en núna náttúrulega ég þekki meira homma og svona og Það er þú þarft ekki meira homma. Nei, ég þekki meira Ok, ég þarf ekki meira Ég þarf ekki meira homma, skilur en alltaf þegar hún byrjaði að koma út og var svona hún kom í kjól eitthvað í partíina og þetta var alltaf skrítið en svo bara hún er svo ánægð Já, það er það sem hún gerði. Þú veist, hún var búin að segja okkur vinunum Já. en ekki kunningunum og bekkjabráðunum sinum Já. og bara kom í partí, bara í kjól Já bara í full drag En hún var looking pretty good, sko wow, ég hef allir bara, hún var hún fucking tight, sko, allt í henni Hún alltaf, með við tala um það, hvað hún vinnur Hvað vinnur hún? Ég man ekki bara út á sjó, skilur hún vinnur út á sjó Já, hún er fucking sjó, kona Hún er velstjóri Þú veist hversu macho er það by itself Já, akkurat sko Throw you another question Langaðir þegar þú veist krakki langaðir frekar í systur Ég hef oft pælt í því Já og ég fekk aldrei svar í heila minn ég er svona, þetta er rúglega jæmslægt Þú mást, hvað varstu gaman þegar við byggum eins og hérna á Hólabrautinni þegar Sibbi bjóð frá okkur og við vorum í saman herbyggi Þú er svo ungur á Hólabrautinni Nei, hétt ekki Hólabrautin, við hlýðum skólum Líkabrautin, já Hvað er Hólabrautin? Er það að þeng? Þú varst, þú veist, 6 ára þegar þú varst þar já, það var closet in the backyard þegar ég fór hana nokkur ára seinna Ég man bara, það er minningin Ég man voru að líta eftir þessu húsi Já, minnst að fyndi En fluttu ekki eftir það á einna Blikabrautina Hvað var spurningin? Ég er búin að gleyma það strax Ok, hvað ár byggja Blikabrautinni? Hvaða ár? Já Það er 2004-05 Þannig að þú varst eitthvað Nei Hvað varst það gamall? Já, heyrðu, ég man núna Hvað varst það gamall? Ég reyna að make the fucking math hérna 12 ok Nei, það getur ekki 11 og 12, já 10-12, eitthvað þannig Já Og því ég man ég átti ammali í bílskunum og en sem við erum minni ennþá talum þetta var ekki eitthvað legendary ammali og það var eitthvað myndir í bílskunum eitthvað En bara að því var svo ungur að fara í bílskur Já, þetta var pínu kúl sko og svo átti ég held ég 10 ára ammali mitt eða 12 ára ammali mitt á Hafnargöndinni þegar við byggum á blokkinni Já og ég fekk og með svona naggrísin sem fucking ég fekk 3 eða 5 hamstra Já í ammælisgjöf frá öllum stelpunum í bekknum og það var enginn sem datt í hug að tala milli hvort aðra eða foreldrarnir hver gefur öðrum krakka hamstur Þetta er svo 1954 hann bara ekki, here's a responsibility það getur sem mér fólkuna og ég og mamma bara what? Fucking Hamstur, nice And another Annan one And hamstur. another one og svo kom ég ljósa að þegar við vorum að reyna að geta hvort annan Já eins og hamstur gera og Cannibals, og by á nature. þannig við gáum alla skilu Hendum út í nema einum Já sá hamstur nagaði sig í gegnum 2 mm þykkt plastbúr Já. veggurinn hvernig nagaði legit já. Wow og svo þegar við reyndum að skila honum þá var gældur bara nei, við viljum ekki taka mót honum þetta er eitthvað tegund sem er ólögleg hérna á landinu Hvað? þetta er svarið sem við fengum Hvað er þessar stelpur fundur á götunni sko það var það bara að rotta og svo týndist í ykkur 2 vikur og svo fundu það og var allir leið svo týndist það 3 daga eftir og dó what a bitch ég var komið eitthvað Can't handle round 2 ég var komið bara einhvern anið með hamstur sem bara með Shinduru Hann naga ekki í gegnum hann með fokkin með laser bara búm Hvað er með hamstra að þú gefur krakka hamstur og hann mun deyja Ég fekk hamstur fæst þú hamstur? Ég myrt hann Tók bara hausinn á honum Nei, hann þú veist þess að ekki að segja að hamsturinn deyja þú segir að krakkarinn muni drepa
Því hérna mikið traust til kannski svolítið djúpt manstu eftir hérna Guðbjartur sem draf sig já frænd okkar draf sig hérna, og ég fekk að taka nagrís eða eitthvað svona hamstur já, nú man ég og ég man, nefnilega ég spurði bara hvort ég mátti eiga hann með langa kænda í hann og ég fekk að ég fuck hvað er ég að segja og allan, þeir gefa mér hann og einu minningi sem ég var með ég átti hann kannski 2 vikur eða eitthvað og ég er alltaf með dýr, ég er alveg saman með þeim og ég veit, ég muni vera betri í framtíðinni en ég var alltaf bara whatever, ég var ekkert að leika með hann en svona það er gott að við erum minna fyrir fram að minna ég hef oft langa að dettin á spjallviði og því þér er alveg saman ok, short story við erum í Amsterdam ég og Freyr okay. og ég er að býja eftir að þú kynnist einhverju svona Wait a nice Christian girl sem vinna sko, there are 2 sides of this fucking story að því þessi gauð stoppar á 5 minútur fresti að leika með hunda hérna þú er búin að segja söguna sorry basically, þú veist, ég var að segja þú hægt að kynast einhverju nice Christian girl sem lætur þig mýkjast aðeins, ekki eins og þú sést ekki nóg mjúkur og þegar hann að feita en two fat guys call each other og þú veist, eftir að ég byrjaði að data Karin og þú veist, bara overly dramatic reaction í hvert sinn sem hún sér hamstur á Instagram það er fucking krútlegt eitthvað og þá bara svona, ok ég get verið svona, veist, að sína overly krútleg viðbröðum fyrir framan þessum mannskju og því þetta er alltaf kallmaður maður má ekki vera of viðkvæmur það er mjög erfitt fyrir kallmenn að opna sig eins og blóm og og núna alltaf bara ef ég er útekstar og sé hund eitthvað ég bara ég er að klappa honum og hvað eftir hann að ríða hundinum eða hvað skáðan á hann don't question my method og sérstaklega var Amsterdam og það hunda bara út allt og ég bara sjá hvernig sætur og Friðrik bara it's just a dog Nei, mér langar bara að skoða Amsterdam ég myndi hrinda þessum hund til að skoða meira borginni sko, hann er ekki bara fuck hann duga bara í 12 ár þessi hundur er ekki nóg durable þegar ég horfa á dýr þá sé ég svona tölu eins og Fallout 4 eða eitthvað ég sé health bar og eitthvað þessi er bara 3 ár eftir throw it away en ég veit for sure minnst gaman að fara út í náttúruna og við vorum að tala um þetta í gær þú varst að skoða eitthvað kanínur hérna í Brekkuskógi og ég var ekki að give a shit af því ég fer fjöll til að skoða fjallið ég fíla fjallið og þú ert eitthvað in-kind og sociopath sko. þú ert ekki hættulegur mönnum þú ert hættulegur ykkur öðru ég vil terraform eða eitthvað ég sé fjöll og ég þetta getur perfect property ég set upp skyscrapers hérna þannig að hugsa í Minecraft kannski þetta ég hlýtur að vera Minecraft af því alltaf því ég fer eins og ég fór á Selfoss daginn og var að labba eitthvað svona felli sem ég svona rann niður og svona vatn og ég heyrði í foss ég byrja að labba fossinum ef ég hef þessi kan ég hefði stig á hausina á henni til að komast herra sko drutt sko eftir að við fengum að passa kaninu yfir á 2 vikur eða eitthvað það var eitthvað geðkrútt þetta var líka bara ein af sætustu kaninu sem ég séð og get nice maður og það var bara hér kettinni voru bara hvað er þetta Paldi, ég lefði kannu að vera inni á þess að drepa hana okay. ok, 1 ári á já, sveit við erum að læra fullt um hérna hvað var verstum meiðsli sem að lendi í að ég hef aldrei búið brain ég er eitthvað unbeatable I'm unbreakable verstum meiðsli? já, brot, whatever ég var veikur í 2 vikur eitthvað mann en að með frjókandónum mig það er fucking AIDS en það er náttúrulega ekki meðsli ég var að tala um veikindi já, veikindi líka bara þú veist, you're sick kid sko ég fekk innkirninga sótt þegar ég var 13, 14, 15 eitthvað og ég var 1,5 ára jafn með innkirninga sótt er svona mini AIDS svona ish kalla svona the kissing disease eða googlar það the kissing disease og þetta stafóti ég var að deyta einhverja mjög skrýtna stelpu
ég nefni engin nöfn en The Russian The Russian segjum hún var rússnesk, segjum það bara og þú veist, ég held að ég var akkurat veikur byrjaði að fá þetta eitthvað ég var annarkost rétt áður hætti með henni eða þeir eru búin að hætti með henni og basically ornamentskerfið bara deyr þess vegna kalla ég þetta með mini AIDS því það bókstofa það sem gerist og ég spilaði Minecraft í 3 vikur fyrir puss og basically bara ég fekk til með munnangur það sem þú fær svona og það var bara allir munnurinn minn bara í 2 vikur bara og þú gæti ekki borða neitt það léttist um einhver 7-8 kíló 14 ára, það er ekkert gott hey, good diet plan though. Good time sko og shredded for the summer svo var þú fekk hita flensu sig, ég var einhver marga vikur því eitthvað en það var hrikalegt sko og versta við það var ég var að vinna í kofabyðinni svona unglingastarfana og ég fer á eitt hné fyrir fyrst á vinstra hnéð var að hjálpa ykkur stelpu að saga hvað var það 9 ára stelpu eitthvað eina sagan að stelpu forever og svo fyrir ég á hægra hnéð og styrir bara eitthvað að svo vaknaði ég daginn eftir legit eina sem ég gerði með bæði hnén full af prótínvöku vinstra var minna nei, það var akkurat hægra var minna já. Því ónæmiskerfið bara ónæmiskerfið bara, það er eitthvað ráðast á hnið okkar og bara þannig að þú þurfir að dreina úr pínu úr hægra og þú veist, geðveikt mikið og vinstra, ég gati ekki beitt fótum það var bara ógeðslega mót og ég þurfti að vera hægum í einhver mánuð eftir á bara út í fórum við reyndum að skila þér en það var bara ekki og þetta hefur verið svona ég var, fyrsta árið mitt þegar ég var fættist, ég var bara alltaf veikur ég var bara ómögulegur þurfti að fara í aðgerð það var eitthvað lífshættulegt svo var ekki það, þannig það var eitthvað annað lífshættulegt og svo tek ég út botlangan í leiðinni ég er með enga botlanga sem er gett og svo var þetta og svo er ég bara búin að vera fín svo litið bílsleysi var fokt í bakinu og hálsinum það sjálfur bitches þú fæst peningin, right? Nei, sko, ég notaði svona steina, svona kristalla og svona ólíur fólk sem fucking kaupir dótera og drekkur að má skilja degja sko. Ég meina, ég og þú hefur báðir farið til Mark sem ég tók við viðtalina way back hann er frábær sko. Hann er geðveikur hann hefur hjálpað mér líka sko. Hann hefur lagað bæði sko, þegar ég var labbað svo mikið úti á kvöldin að hnið mitt var bara alltaf eins og ekki með kýli skil og bara alltaf tens eins og ég væri bara að labba hægri meginn bara eitthvað hún var ekki að braka þannig það var bara gott en það var bara, hann var eins og ég væri að spenna læri mitt bara alla daga all the time, þannig í vinnunni var hann bara fucking illt og var þetta abductors? Ég veit það ekki sko, þetta er ekki perfect núna en ég var búin að fara einu sinni til hans með þetta og hann setti, ég held að kalla það ex-wife The ex-wife þetta er 50 kíló stöng The ex-wife, ég elskar það já, hann er awesome nefn sko en þannig að, mér langar að spyrja út í það því þú hefur náttúrulega lent í meðslum og þú ert eina ástæðan ég byrjaði að fara ræktina skilja svona þú veist alltaf into bodybuilding þannig við vorum super into bodybuilding og svo fyndum við kunnum bara posta eins og maður á að gera en við erum með flabby ass stomachs dude, já maður það var svo gaman sem krakki sko það sem tryggur að mér að sjá gæja sem nýbyrja á ræktinni one of these þetta er myndir úr podcasti já við þið ekki að gera svona þetta tryggur að mig og þú veist bodybuilding er allt til þess að láta þig persónulega koma sem best út allir er með veika punta og eitthvað svona og allir með highlights og málið þú ert að highlighta your highlights og reyna að fela það sem þess vegna var Arnold Schwarzenegger alltaf smá svona til hliðar til að fela hann var ekkert með það mjótt mitti sko. hann var myndið aldrei breytt mitti þannig það er það sem bodybuilding er þannig það sem við fáum strax áhuga af er að beita líkamannum eitthvað við erum ekkert að segja að við erum góður í því en guðminn álmáttur 5 mínútur kennsla fyrir suma sem gæja maður myndi hjálpa henni og þú sér alla þessu öfsíkæja eftir að búin weightins ég lærði það líka sko í nefnalögum í svona bardagi það hefur enginn
skoða bodybuilding og veit engin neitt svona, þetta alltaf bara Þetta er hrikalegt sko. En þannig að með bodybuilding að því þú lendir í bílsleysi og þannig að þú þurftir að fara til kiropraktor og fullt svona drasli og ég veit bara minni reynslu Mark Kirsleik, hann er eini sem er actually hjálpað mér eitthvað. Ég er búin að vera með axla vandamálin sinni í byrjabóksinu af því maður er, alltaf í sömu stöðu þannig að þú ferð ekki eins æfingu á báðum öxlunum og hún er bara helvíti góð, skilur meðan við þegar ég var alltaf in pain í bóksinu í 4 ára eða eitthvað. Bara eins og Mark vonandi sagði sjálfur, því hann hefur sagt það með mig, þú átt að reyna að finna út hvað vandamáli er, allavega kannski hvaða vöðva eða hvaða bein. Já. Og svo áttu bara að fara til sérfræðings sem sér það, ekki fara til sjúkraþjálfara. Já, get general en ef þú ert með, ef þú ert með leiðleika vandamál eða styrkleika vandamál yfir öllum líkamannum, sjúkraþjálfari er bara best bang for your buck sko. En í flestum tilfellum þá er það ekki gott fyrir því. Þú ert að eyða tíma, eða pening og eins og með Mark Kirsleik, hann veit alla vöðvana í líkamannum. Þannig ef þú ert eitthvað styrður eða eitthvað með sársauka, þá er hann eiginlega bara svona 90% of the case að geta hjálpað þér. Það er svona, ég er alltaf að reyna að auglýsa hann. Hvað gerir hann? All the things. Ég man ekki þessi orðið. En orðið sem ég er að reyna að muna. Osteopathy, right? Nei, ok. En orðið sem hann sérhæfir sig í. Deep tissue, right? Eitthvað þannig. Fólk veit ekki hvað það er. Þannig, Nei. þess vegna er bara, hvað vandamál ertu með? Eins og mjóbaksvandamál. Ég veit rosalega mikið mjóbaksvandamál út af ég lenti í bílsleysi og hryggjarliðurinn minn skektist. Þannig ég er bara eitthvað, ok, ef þú er með mjóbaksvandamál, þá pröfa að styrkja rassiðin, pröfa að styrkja maga, kviðin, alls konar svona dót. Ertu að setjast mikið, ertu feitur, ertu aumingi, ertu ljót. Og líka ef þú ert þannig feitur eða í ofþyngd að þú ert með stærri maga en allt annað, hvað heldur það gerir við hrygginn? Hann ítur honum út. Þannig það sem ég er að segja, fólk er hyggst. Þannig sko, bara þessi lína en að þú veist, þegar ég byrjaði, ég var aldrei mikið í íþróttum, ég var fótboltaði að kæfta en svo byrjaði boxi og byrjaði að læra að lyfta og eitthvað en ég lærði aldrei svona grunn, skilur, hvernig á maður að skvatta perfect, hvernig á maður að bla. Það er rosalega erfitt að læra það nema byrjar í 5 leikjum 3 ára, skilur. Maður, Sævar var hérna perfect niðurbuðu fórum. Sævar, hvað Sævar? Litli frændanlegar. Já, gaur, ég elska að sjá krakka. Bara ekki, gaus! Hann er okkur bara, En allan að Mark sagði þetta í viðtalinu sem ég tók við hann og ég er núna bara að segja allir vinum mínum sem er að mæla mig eitthvað eins og Arnar, hann er með mjóbaksvandamál bara eftir að hann var að byggja íbúðunum sína var alltaf að lyfta grjótum eitthvað þá bara getur hann alltaf byggt hrygginn, skilur og þannig að fyndu vandamálið og heyrði í Mark links in the description og ef ennþá lata hann það googla vandamálið og skrifa svo Athlean X er the shit hann er líka ripped þannig að for you gay boys sem er eða gælur you wanna look at some nice fucking pecs ég er mjög straight ég er mjög straight því miður en vá hann er flottur holy shit þetta er bara win-win þú læri eitthvað, þú fara að horfa á hann með þú ert að læra eitthvað en það er alltaf svo fyndið þegar ég er í ræktinni þá go to þá fyrir alltaf aðeins að pissa eða eitthvað og ef ég er að fara að gera eitthvað sem ég hef ekki lært þá checka ég á honum skilur á YouTube en maður er svo embarrassed in a closet að horfa hálfnakin mann eitthvað læra eitthvað ég vann í Hertz þá var stundum ekkert að gera og þá maður bara í tölunni googlaði eitthvað þannig að alltaf bera ofan ég var að taka hvað er þetta að horfa ég er að læra hvernig átt að gera facepulls ég er ekki að horfa klám ég var að taka með Birni Björn Boxing sem hann tók við til daginn hann og vorum að taka eitthvað hann að gera bagwork og svo var hann orðúst að sittur og going crazy og svo var ég alveg, gauður, var ekki gett fyndið það var bara beira on eins og Athlean X og maður ekki gera það svo var ég að taka upp og ég alveg Björn er í sjúku formin hann er líka miklu stærri ég alveg, see this will sell hann er orðin fucking ridiculous hann er orðin flottur og en það var ömlegt þegar við bankuðum hjá hann aðan hann var í heima
annars hefðu við Þegar sérðu það, Björn við viljum gangbang sko, við viljum run a train sko. Ekki saman, ég er meira svona one-on-one já, svona þarftu í space og svona hefur lendið í threesome áður? Nei, en það er búið að vera að bjóða mér að konstantli núna já, aldrei svo þau bara já. Nei aldrei svo illa en... já, maður vill ekki gera með close vinnum þetta er fólk sem þekkir ekki já, og líka, veist ég held að það sé betra bara að hafa þetta í fantasíunni sko. Ekki eins og þetta sé fantasíða minn sko. Ég var ekki 9 manns hvað er ekki, 26 ára eða eitthvað? Það er ekki 9 manns Þú er líka svo ungur, við erum báðir svo ungir þannig að, þú veist, ég efast að ég verð 50 og hefur aldrei, þú veist, fengið putt í raskandi, skilur just, dári já, veist, koma nýbúin að djamma eitthvað og þetta reyna að flýta að klósa fyrir nú veist af ég man sko þegar við erum í grunnskóla vorum alltaf að djóka eitthvað, þú veist gaur, ég myndi aldrei vilja prófa eitthvað svona geysit og eitthvað svona, vorum alltaf að djóka í eitt félag okkar sem ég ætla ekki að nefna var þetta fyrir eftir puberty? In puberty, skilur, vorum að djóka með þetta, skilur alltaf það? In puberty, þú veist, maður er að byrja þegar ég fekk fyrsta voice cracki þá bara svona byrjaði ég að leið ég held að tala svona í eitthvað mánuð eða eitthvað en allan vorum alltaf að segja með þennan gaur en ég vorum í svona að fara í hring og vera hvað held að munur að pröfa eitthvað mann ég alveg þrísamur eitthvað mann ég munur þú veist, ég munur öruglega vera fá putt í raskandi frá gælum minni ég hefur ekki haft þessa umræð, ég sé það ekki og þú veist, við vorum á matabrún í Holtaskóla skilur í afturbækki eitthvað en svo er ég og Arnar að tala um alveg hvað er eitthvað svona shit sem myndi að prófa sjálfur þú veist, mér langar að prófa svona hvað heitir þetta? Flashlight og ég hef gert það núna, it's great en svo er alveg, þú veist it's designed to it's fucking, ég keypti flashlight svona joke anime flashlight fyrir félagin minn í Amsterdam nei, í Pólandi eða eitthvað og ég kem heim og þú veist, ég var ekki maður nunga mér í 5 daga því ég var með Arnarni í hótelinu og svo kem ég heim og ég með þetta flashlight að borðinu og það get bara svona bouncing around horrandi á mig, taunting me og ég alveg, you know what, Tomek keypti þetta eigin fucking flashlight og ég rústaði þessu flashlight og hendi því þetta er svo sem svo fyndi og það er búið að demonæsa kynlífsleikfung svo mikið fyrir kallmenn en nú er blöss og allt það, þetta er að hjálpa gröllum já, líka eiginlega blöss fokkin velta milljónum á mánuði fyndi sko vel gert ég var með 2 stelpur í podcast í dag og ég er alltaf með handjönda mínana og ég þetta fel að ég er örgulega stoltið weird að koma inn til einhver random gaur og að sjá handjönda en þá fyndi maður ég og einn gamli besti vinnur minn basically bara fórum gegn puberty saman sko. já við vorum svona nánir vá þetta var ógeðslega sagt til mér en það er svo fyndi margt svona sem við upplöfum við annarkvort á mjög svipum tíma eins og fyrsta kláminn sem við sáum einu ógeðslega fyndi það að því maður félagið minn já við vorum akkurat við vorum bara hei gaur veistu hvað þetta er og þá var eitthvað típa af klámi og við 2 í tölvunni heima tölvunni hans eitthvað wow shit maður meiri þetta alltaf spennandi eitthvað svo held ég veist nokkur dag eftir á þá bara maður gista saman eitthvað og spila gítar eitthvað svo allir en það shit ég sagði namni svo er svona allir að koma að senna inn í tölvurarbyggja og ég bara við fyrir hálfum saman hvað gerist hann fyrir eitthvað svo ég heyra þá sem sagt það var heiðlega tölvuna það komst eitthvað vírus what? Þetta var early þetta er 2005 núna gerist það ekki sko við eyðilum tölvuna perfect svona ekki horfa klám eyðilum tölvuna maður það var svaka talva á þessum tíma og í langan tíma þetta er örugglega ennþá búið að shapea mitt svona hvernig ég fer á neti og downloada ég er ennþá paranoid yfir að fá vírus það er eitthvað svona að ég elska þú veist, eftir að ég fekk að nota borðtölunni á pappa 9 ára til að spila Minecraft þá bara lærði ég allt tölur og þú veist alltaf, veist, ég fekk alltaf hjálp frá þér og ég moved this on til Nathan en það, veist, ég lærði alltaf frá þér, veist, hvernig maður að krakka leiki
og hvernig maður læra, svo eventually nettur ekki hjálp með, þannig varst alltaf bara Google is your friend, þú lærir alltaf Google og núna alltaf, ég byggt fullt af tölum, ég krakka hvað sem ég þarf og nú er það bara partur af lífni, ég vil sjá bíómynd og bara finna ég hana einhvern veginn mér finnst það svo áhugavert koncept er að þú veist, ok, ljósið á bílunum er ónýtt þú veist, hvernig þú veist, ég ætla ekki að segja að flesta konur kunna ekki en þú hafa bara, kallmaðurinn oftast tekur þetta bara strax að sér og annarkvæmt læra henni eða bara fer í verkstað og lætur þetta gera fyrir sig út í þetta er ekki virðið hans tíma en eins og, þú veist, ég er alltaf alveg ég ætla að kenna þér þetta og hún er alveg why, skilur en líka, þú veist, náttúrulega við erum sonur pappa okkar, þannig að við erum harðir, you know, við reynum að læra allt og gera allt sjálfur og maður vera betri og pappi, alltaf að smíða hann hafði alltaf aukavinnu með það að smíða sem er bizarr ég horfði að þannig bara að hafa auka pening þú vildi smíða, ég vil ekki snerta hösler, sko. Pappi hösler hann er í lögguna, hann er swinging crack left and right sko. bókstaflega, hann er detective Nei, ég var neitt þetta nú það er cool að segja sko. Pappi með cool vinnur ég man í grunnskóla, já, pappi bara lögstjórn ég segi, hann var að vinna på velli eða eitthvað það var alltaf gert grína mér og pappi stendur skuttlaði mér á löggubílnum já og hvernig þetta að gera grína því, það er bara cool já, en þú veist og svo eitt skipti ég man að ég náði ekki að spenna belti og við byggum á hólbröndinni og þetta er 30 mínútu ekstra eitthvað, þetta er svo stutt frá og ég náði ekki að spenna belti þannig ég bara svona sasta á það og svona oh my god, heldur eitthvað sér mig ég er í löggubíl og ég man þetta enn þetta var greinlega bara traumatizing þetta er alltaf svona með og pappi alltaf bara spennti beltið annars lögum við ekki að staðskilum og svo eitt skiptið erum við að bakka úr stæðin okkar hjá bílskunum og það var akkur nágrann okkar líka bakka þannig við svona klestumst bara hann í horni, það bara hann að vera ljós í okkur báðum og ég bara hljóp á milli sætana Geir, þetta shit overreaction, ég meina Geir, classic saga sem náttúrulega þú talar í mörg ár en það vorum á Blikabrautinni og þú veist að fá fyrsta gítarinn og ég er eitthvað 5-6 ára eða eitthvað og ég var búin að pappi og ég keyptum hann gítar saman eitthvað, fórum í bæinn fórum að fullta gítarbúðum og ágúst já, þetta var náttúrulega jólin þannig að þetta var ágúst, months before og varum að kaupa gítar og ég var, þú veist, ég hata gítarbúður út af þessu og líka þér að því mér er drull gítara og vorum alltaf að fara í þessa stað og ég var og veist eitthvað að dinga eitthvað svona þrýðing eitthvað lítill og nennir ekki að vera maður nennir ekki neinu af hverju ekki heima já, ég maður þess þegar við vorum eldri og ég byrjaði að fara rúndið með þér í bænum ég fór úr gítarmóni fór alltaf inn á Heklu fekk kakó og fór bara þak á bygginga því ég vissi að maður gæti svona opna hliði þetta var bara til að voita gítarbú ég fór bara þak og ég chillaði bara það fyrir að fyrti gítarum mér drull sko en þannig að ég er annað 6 ára og ég er í leysibónum eða þú ert í leysibónum með eitthvað og þú ert með pakkan og ég er búin að ég er búin að vita að þú ert að fá gítar í 6 mánuði eitthvað og ég var svona og ég var svona get fucking tense og svo er þetta svona að opna og ég alveg þetta er gítar fyrir meistarann Jón og ég veit ekki af hverju ég kallaði meistarann Jón ég er haldandi á honum in a shape of a guitar ég veit ekki það sem ég segi alveg I wonder what this is þetta er gítar og ég svo við byrjum öll að hlæja og ég horfa á pappa alveg really svo finna við það og ég opna þetta á rafmagnsgítar fyrsti rafmagnsgítar svo alveg er það back of my mind það hringir magnari og það voru alveg nokkrir pakkar shit og svo kom annar pakki og það var magnari vexti magnari? já ég var alveg bara það er ekki magnari, af hverju þetta gefur mér rafmagnsgítar ef ég hef magnara ég assumaði að hann var bara now you get a job og þú kaupir magnara svo leiða og við erum búin að pakka þetta og hringi í Alla fucking full circle hann alveg, ég fæk líka gítar
Já, þú voru fengum á samtíma. Þú varst í bandi hana, hvað, Papyrus og fullt að Ég var í helleika dóttir maður. Fucking spilaði Þú varst fucking band gig og ég var tölvu gig. Ég spilaði á sunnudagsmessum. Segð það, hvað er Nokkrum sinnum. Sundagsmessunni. What a fuck. Nokkrum. Þannig ekki segja að ég hef ekki farið á messur. Ég hef spilað á messum. I got street cred. Þú veist, ég brúðkumni mömmu og svona. Yeah. I'm a band boy. Þú veist, ég spila á nokkur alvöru gig þar sem ég varst eftir tvítugt. Já. Og það eru uppbólsgigið minn. Þú veist, íslensku rockbarinn og eitthvað svona. Það sem ég er ekki að spila metal. Og þú veist, ég fæ að hoppa á sviðinu bara svokinn. Það sko Við erum báðir sko, bucket list, við erum óslega svona okkur langar að gera eitthvað shit og eitthvað og ég er náttúrulega uppmestað núna og þeir langar eiginlega ekki prófa en þannig að nú fatta ég alveg ok, þú varst shredding og svið, það er náttúrulega allt annað og þau finnst það awesome og það er ekki insane experience svona... Það er ógeðslega gaman, þú veist sure, það voru kannski 20 manns 25 manns en öll, þú veist, fyrir framan bara horfandi hérna á mann sko. Fucking geðveikt sko. Þannig þeir eru búin að vera að bjóða mér aftur að koma ég er svona alveg I'm retired too old for this shit en svona nótsöfum mér langar að geða mér að byrja aftur en bara, þú veist there's only that many hours in a day sko. Þú ert að hafa priorities og svona Já, ég er líka bara latur Þú verður að hægt spila tölvíki með, hvað? Valheim er geðveikt leikur Valheim $20 Þú varst alltaf í svona veist, RPG leikir sem svona það er ekki vel þekktur þú veist þú spila Diablo 2 alltaf og svo lærði ég það eitthvað ég man ennþá eftir ég var í tölvin þinni hérna í með glerborð svona já. Og hérna og jólin og ég var bara alltaf í allt jólufrí að spila Diablo 2 meðan þú veist fólk var niður að borða og ég Þetta er húgt leikur sko, þetta er geðveikur leikur En fyrir mig er náttúrulega Diablo 3 betri að ég var betri aldrei og spilaði meira og svona Diablo 2 kom út 2001 eða eitthvað Já, það var old school gaman leikur sko Það er verið að remastera núna Já Það var að koma fréttunum bara fyrir mánuð, 2 mánuð Það er búið að vera svona rumors eitthvað En það er verið að gera það núna sko Það mun örugglega aldrei live up to the expectation Alltaf remasters Nei, remastered er bara það er eiginlega ekki verið að bæta neinu í leikinn sko. Það er gott, ok Það er bara verið að uppfæra gæðin Þetta er 2001 En þetta er bara eins og allir COD remastered leikinir ég keypti alla og þeir voru bara junk Þess að þeir voru líka byggðir fyrir PlayStation og svona þannig að þeir settu annað team fyrir PC og þetta er allt bara eitthvað 30 FPS Jack En ég meina vonandi Diablo 2 remastered er gott sko Svo er hérna Star Wars leikurinn Já, Battlefront, varst þú alltaf í því? Ekki? Var að Battlefront, ég man ekki Það voru, nei, Knights Já, Knights of the Old Republic já. Dude sko. Þetta er 2004 eitthvað koma. Þetta er eitt af fyrstu leikunum sem þú gast svona ráðu hvort þú varst evil eða good eða í þessu samhengi Jedi eða Sith og þú vilt vera nördi þá er miklu stærri saga í þessu leik en ekki mynda eða allavega milli mynda og svona meira og þetta var super cool leikur ég náði hinn svona kláran þetta var open world leikur já. það var alveg pínur með þeim fyrstu líka sko. Fuck Alli, hann er að spila hann í símanu þetta er það gamalt leikur sko. ég var reynt að spila hann en þegar ég var krakki að spila töluleiki þá GTA var staðallinn GTA 5 og hann er bara allt ógeðslega fallegir open world og svona þannig að þú veist það er svo erfitt að fara í Skyrim alltaf fyrst eða ekki fucking Skyrim sko. og hann er ennþá jafn góður þegar þú spila hann og en þú veist eins og þegar ég var allan að krakki þá Mod Paradise ég horfði þið alltaf að spila Diablo 2 og þú veist svo kom Minecraft og þú sýndi með hann og kendi með hann og þá fór ég bara eitthvað og spila bara töluleiki endalaust allan daginn og maður var alltaf ekki að reyna eða liðið og bjargaði en það tók mig sko til þegar þau hættu saman í fluti hérna þá byrjaði að spila COD gett mikið og ég var bara feitar og feitari og svo þegar ég byrjaði að boxi og mér ekki í YouTube-myndmenn það var svona, maður getur fara út og leika með vinnu sinna en ég spilaði bara Minecraft það var einn sem ég gerði og hey, good times good times
og náttúrulega ég og Axel frændi minn, það voru við bara bondum ógeðslega mikið, við fórum í sund að tala Minecraft buildin sem vorum að fara að gera. Svo fyndi mín reynsla af Minecraft, þegar ég var að spila mest þá var ég bara, í sangir egentlig cannabis og eitthvað ég var bara, grannur þá sko. Já, það var ekki bara skemmur in their own way sko. Good times. Já, maður verður líka look back og þetta er allt good times. Don't do drugs, kids. Já, maður do drugs. Ég ætla að gera eitthvað þá bara Amsterdam, baby. Amsterdam, baby. Náttúrulega að fara að tvisa núna og ætla að fara í fyrra en ekki COVID. Já, ég með alveg virkilega að fara að langa að ferðast núna sko. Já. En ef að tala þetta hús, svona sótkvíðahúsi. Svo, sem er í gangi núna. Djúlega fólk fucking púsi. Ég elska vídeóin á matinum. Já, fólk að tala eins og þau sjálf þurfa að fara í þetta. Þetta fólk sem að komast hingað annarkvort Íslendingar eða ferðafólk að koma ekki að ferðamann. Lögin eru þannig að þú þarft að fara í sótkví þegar þú ert að koma til lands, sérstaklega út í Rauðurlandi. Þetta er ekki flókið og þetta er á hóteli. Þetta er ekki skemmtilegt. Fólk er bara þetta er bara að vera fangelsamann og það er ógeðslega að finna að heyra við erum í gúlaginu já, eitthvað svo það, gúlaginu lærðu þau Auschwitz og gúlag og drassum í gangi í Indonísíu og eitthvað fuck yourself sko. Þú getur ennþá sé fingra klórförin á veggnum það er go kill yourself man. Auschwitz 1 sko, þegar þú ferði í gasklan þar það er bara þetta starði við Dominos búina mína sko, og þeir eru í einu herbyggi að gasa manneskjur og það eru bara actual klófur hérna og svo labur hinum inn og það er pizzaofn þetta var actual pizzaofn sem þau settu líkin inn og brunnuði. Heldur þau mann gerðu pizza núna? Já, það er list þá niður ekki dagar eða eitthvað já, en þið hægt að gera þetta sem vond líkt að pizza niður hvernig heldur þú vinnundagurinn hjá mér? Apparently pretty fun sko, fyrir marga þeir voru með íþróttanámskeið þeir voru með fuck, ég þarf að kikka fyndnasta quote on quote fyndnasta við Auschwitz 1 er að ef þú ferð í gasklegan þú ert að labba inn í huruna snýður við þá sérðu huge svona hedges runna kíkir yfir runna þá er húsið hjá the commandant sem stjórnaði yfir Auschwitz 1 og hann var með fjölskyldu hana skilur og það er bara right fucking there what was my fucking name þú hjólar í 15 sekundur og þetta kom shit fun facts með Auschwitz sko. ég mér að tala ómikið Auschwitz lately sko en við erum komin á eitthvað Auschwitz Corporations one more question ára klárum þetta one more question okay, I have no more questions ert þú með eitthvað spurningu? Hvað myndir þú vilja það vorum að tala um á hann þú vorum krakkar og svona það fun þú veist með gleru skilur ég fucking dork sko. ég fucking einn dag það sem ég glimti heim á vinum mér gleru og ég nenni ekki náðu ég hætti með gleru núna þetta var bara mín ákvörðun já, mamma ekki sátt náðu gleru, maður er rándýrt með fucking ógeðslega ljót og Harry Potter gleru, ég myndi það sko. já, svo kannski tveimur vikur seinna það var svona sjóntest í Mellubakka og ég bara, já, þú sér bara eins og örn og ég bara að lagaðast bara theoretically, ef ég var með gleru þarf ég gleru? Ég kunni, hei, þú bara sér eins og örn ég man þetta út í örn og ég notaði aldrei gleru eftir ég var með gleru í 6+ ár og sjónum mér bara að lagast það var ekki bara karma þú varst búin að missa þeir tóku lungun út og eitthvað það búin að taka fullt úr og ég var ermæltur ég var yngri það er slang fyrir retarded já. Og ég var ermæltur ég var með ég taldi mig að vera þippin þegar ég var yngri now looking back, ég var bara venjulegur og já, ég var með gleru og veist það var svo margt rámt að mér svo bara blossomed into a beautiful white kid with blue eyes og svo eiginlega þetta allt sem svona fyrra eða eitthvað it's all going downhill from now það var að kaupa íbúð í COVID it's all going ég var ekkert að tala freka á hann eitthvað hann alveg, hvernig ertu þegar íbúðin er ekki hrein ertu ekki bara eitthvað, hún enn ekki að gera neitt eitthvað
og ég ekki stúð, ég fucking hata íbúðina og ég elska það að ég keifti og veist, en bara málega, þetta er Fixer Upper Stúð með bílskúr sem ég er ekki búin að laga Nei, það tekur tíma, maður bara nokkur mánuði fucking parkett, fucking allar hurðarnar Máling veist þú hvað hurð kostar? Ég held ekki og veist, ég þarf að skipta gleri ég þarf að laga veist, þetta bílskurinn aftur ég þarf að mála, ég þarf að skipta innréttingu í eldhúsinu, ég þarf að skipta innréttingu í baðherberginu sem tæknilega sé þetta mjög gaman alltaf mér finnst þetta alltaf mjög gaman en product verður awesome ég veit að maður, en þú veist að lifa í sem meðan er ég bara ég þarf að taka myndir á nefnilega baðherbygginu því þetta er fyndnasta baðherbyggi fuck that þessi speil var fucka sig skilur þetta er svona gothic já þetta er svona New York nei svona Long Island rich quote unquote run a bitch og þú, innréttingin er snertir gólfið já þannig baðinnréttingar í dag snert aldrei gólfið sko. nei þau eru alltaf fljótandi fljótandi í vatni það er bara fljótandi sko og fókin, þetta er allt bara byrjað að flagna þetta er ekki rétt orðu þetta er byrjað að eyðileggjast fyrir svona 5 árum síðan lífið tókir stóða sko. en á saman tíma, ég er ekki að leigumarkaði nei, grátt sko ég er að borga fasteignagjöld ég get opnað reikning í Bíkó veistu það, þú þarft að eiga hús þú þarft að eiga eign what? til að opna reikning það er saman mikið sæn hversu mikið af fólki í fjölsynna okkar er með 1,000,000 plusan og bara, allir sem eiga hús bara millions er Bíkó bara Ponzi scheme eða? eiginlega sko en ég tek þátt í þetta er Ponzi triangle scheme ekki pyramid ég loksins fann grein þetta píramídasvindl sem er partur af úrinu sem ég á ég fann grein frá 2019 hvað úr áttu? Flott úrindar frá Hauger og þetta úr er eitthvað 100.000 fleiri 100.000 krónur fekkt engjöf og ég loksins fann annað fyrirtæki sem er að taka úr frá þessu fyrirtæki og sólglegur frá öðru fyrirtæki þetta er partur af okkur píramídasvindli og þetta var grein frá Nóri það var að vera gagnrýna fyrirtæki og svo endanum fekk að því líka svona fæn og ekkert meira þetta er ennþá þetta er ótrúlega meira og vissur að Cincino er líka píramídasvindl Cincino hvað? kaffi, dótið já Herbalife, Cincino, doTERRA þú varst með Herbalife, ég fór á námskeið með Herbalife, það var gaman fólki var geðið næs fólk sem er að vinna í svona píramídasvindli er stundum mjög næs að vera í kringum því það er bara fucking uplifting, peppandi bara, be the best version of yourself en þeir fokkuðu eitthvað upp back in the money og alltaf eitthvað annað sko þetta var finnast að skæm sem þetta var alltaf skæm ég fatt ekki af hverju fóröldar mínir voru bara svona in it en alltaf, ég held að mamma og þau keyptu þetta ekkert en þið veitir svona fólk koma heim til þín með svona potta collection og kjaftaði og kenna hann nota þetta og svo selja þetta mamma gerði þetta en hún var ekki að selja þetta en hún fekk þetta til sín og fullt af vinum mínum með fjölskylda sem gerði þetta og ég var í 8. bekk eins og voru fræðinir eitthvað bara þeir eru bara að nota þið sko þetta er fucking heimsko já, ég held ekki bara að sem fólk finnst gaman að fá fólk heimsótt en líka það flestir nema sko einan að mamma vinkunum minna sem keypti allt collectioni 600k og byrja að selja þetta og ég bara dó að hlátri þegar hún samar þetta en flestir vinnum sem ég þekkja alltaf þau bara noti þetta til að fá fólk eins og þín fólki sem var í Herbalife hjá mér það er bara vel stækt í dag sko. steikt? Nei steikt, já vel stækt og bara living it good sko. þannig ef þú veist þessu vinna á þessu fáum sem eru til í að síkja vinin og fjölskylduna I don't give a fuck about you people ég er að segja það it's a tricky thing en það er saman allt skilur ég get hægt að tala við ykkur öll og flutt til LA og byrja ég veit ekki að selja hjóli eða selja mig I got some ass sko það er að besta við interneti þú komst að því að það getur ekki mála hvernig hann lítur út það er alltaf eitthvað sem villi spurningar sem margir ég ætti ekki að vera með podcast sem ég geti sett út mínar skoðanir því hver er hver er þú? Ég er einstaklingur í Keflavík hver er Friðrik? þú veist
ég er með möppin og símunum að mér að prumpa í símunum sem ég tek upp bara Vá, ég hló að þér þegar þú sendir það snakkið ég byrja sko ég skal segja eitt af fyrsta rejectionum mín var út af þessu að ég notaði Snapchat bara svona til að eignast vini og fá following og eitthvað svo var ég óslátt bara að senda mér að kúka á alla vinum minna stelpur, strákar, whatever I don't discriminate sko og svo vinkona mín Soldís, við erum bara óslega góða vinna núna í dag hún var alltaf alltaf bara, þessi gauðir bara alltaf að senda mér að hann sé að kúka og ég var bara eina mannskið sem hefur gert þetta og nú, það allt venlega til mig en svona þetta ekki besta leiðin til að kynnast nýju vin bara worked þegar þú ert að fara að taka ert að fara að hósta hvað íslenska útgáfan af Grammys eða eitthvað Eddan já, Eddan það fyrir TV-sjóðs eða eitthvað upp snapp af Friðrik Rúnari að kúka árið 2019 og við munum henda honum út og þið munum örugglega vera alveg skilt saman þetta er svo það að Kevin Hart þurft að fólk að beða hann að afsaka sig aftur og aftur bara endalaust bara til að sína power og hann bara fuck you man og veistu en við erum flestir allavega með þessa skoðun að allt svona award shows skipta ekki reynum máli og þetta er rosalega þetta er bara fyrirtæki að borga fyrir spottið skilur en það er svo mikið að kona mér að mamma sérstaklega mammu fjölskyldu partar af fjölskyldunni horfir á endalaust og svona reality shows og svona piece of shit showum og fylgjast með the royal family eins og það skiptir ekki máli eins og þau sé ekki allir rasist það er bara pure entertainment held ég þetta er svo úrælt sko en þetta ég man þegar giftingin var 2012 eða já þetta er fyrsta sinni eða verið eitthvað já en ég held að það sé bara partur af því að reyna það er ekki það þetta var ekki fyrsta giftingin nei það er rétt þegar prinsess Diana giftist á svaka spektakólu en þetta er allt svo og þegar Diana dó þá var sonur hennar bara eitthvað á live TV eitthvað ekki að hann já hún var killed sko já, en no doubt sko. Fucking The Kardashians já maður, áður byrjar bara annað podcast sem ég gerði með Jónu og Antoni þegar varst þú múin að sjá þetta bit þeir voru í hérna drukkin og vorum eitthvað 10 manns í þessu herbyggi og ég alveg, herru, talið þið Kim Ye og hérna kveikjum á mikrofonum og þá var Anton, hann er rosalega svona ef hann ekki sammálaði þá byrjar hann bara að tala yfir því og þeir eru bæði bara öskrandi á hvort annað þetta er eitt mitt uppáhaldspodcast ég var að setja sásökafullt að hlusta á en þetta er óþægt að hlusta en þetta er bara svo fyndi að þeir eru really bara þeir eru bara make a kind of an opinion og þeir eru bara öskrandi that opinion og Jóna vera bara angel að hún fór ekki og var alveg þessi maður hatar mig og hún er á móti kvenmönnum ég er að tala en þeir eru bæði úberdrukkin sko við erum búin að pissa góður ok, það sem ég ætla að spyrja en þegar þú ert það að miga þú þrýstir það ekki bara eins fast og ekki nei maður þrýstir til að byrja og svo bara svona þú þrýstir ógeðslega fast eða ekki nei áfram ekki ógeðslega fast það myndum að gera ég er sann að þurfa að vera mast þegar við aðeim í massa alltaf öll þessi ár að þurfa að sjá þetta skilti alltaf þú pissar þannig að ertu með blöðru ég hati þetta í fokkin sundi á Íslandi maður þarf alltaf að vera minded þú mun deyja og tippið þitt mun drepa þig hey have you wondered today when you would die ég bara alltaf þegar maður er að labba inn í ræktina þá er maður þetta fyrsta sem hugsar really ok síðasta spurningan Kim Kim Ye Kim Kardashian hefur þú virkilega pælt í því dauða já, meira sem ég flutt út sko en það bara með tímanum og núna hugsa ég oft svona ég mun bara deyna terrible way annarkvæmt fæ krabbmein eða eitthvað það er rosalega ólíklegt að þú derði í rúminu svo að það með konunni skilur þannig ég ætla að drepa mig en já, not even kidding ef ég verið 80 og færi að heyra mig krabbmein ég mun bara skjóta mig já, ef þú varir á þessum aldur með þetta mindset já, það breytist álega for sure
mér líður ekki sem að leið þegar ég var 18 skilur, þannig að there's no way að Þetta er náttúrulega svo sjúklega áhugavert því eldri sem ég verð, því meira pæli í þessu og ef þetta kemur á fer, það er ekki holdt á sem þetta kemur deg allan daga En Karin, hefur þið pælt í dauðanum í dag? sko, ég sver upp að svona 22 ára aldrei eitthvað, þá held ég að ég myndi ekki vera eldri 30 sko. Hvað var og ég er svo fucking stupid og ég Hvað var það alltaf að pæla í því? ég hef alltaf haldið bara já þetta er plausible og þetta er plausible og fyrir mér var bara eftir 30 bara ekki plausible for some reason Ég heyri mjög mikið að sé á stóri af fólki krökkum skilur að segja þetta og ég meðlega aldrei svona, þannig af hverju svona ekki hugmynd Nei, ég veit ekki, og ég veit ekki hvort þetta er breytt hjá mér fyrir mér er bara 30 bara what bara foreign dæmi kannski út í maður ég hef alltaf verið ekki kannski self-centered en ég hef alltaf verið að pæla geðveit mikið í öllu og öllu öðru frá því ég var bara frá því ég man eftir mér sko. og því ég er miðvíbann tjók, fyrstu 6 árin var ég yngsti good times Mér líka líka svona maður bara þess vegna eins og markmiðsdrifin af hverju er ég svona einstæðir þetta er bara því maður langar að this has to be worth something, right? Við þurfum að gera eitthvað með þetta líf þú koma, ef þú ert með eina einkenni af geðhverfasýki þá ertu þvílíkt highs og þvílíkt lows og það er scary því þú ert í lows lengi þá fer að pæli bara what's the meaning of this þú ert að vinna 8 tíma á dag kemur heim hefur ekki nennu að drif til að gera neitt og svo fær aftur að vinna hvers konar Jesus fucking lífið það maður þess vegna er þetta svo stór hættulegt ef þú ert ekki með eitthvað svona pínu smitt sem er rútínu yfir að til dæmis að fara út að labba að fara út í göngutúr hljómar svo heimskulegt en þetta er svo gott fyrir mann Já, ég var að tala með stelpunum á hann þetta er svo kjánalegt, ég og Frigg við fórum út að labba á hann bara út í, ég ætla með back my mind Frigg hei, fara út í göngutúr ef þú ert eitthvað latur og það hjálpar alltaf og við þurfum að geta meira saman við hittum svo lítið við vorum þreyttir og því vorum að tala svo mikið þreyttir? og því það er svo gaman þegar við erum saman skilur já við lýsum alltaf við hittist þá er svona mikið bara ok, I gotta get all this information out við erum alltaf bara go svo fyrir heim það er oft sem ef við hittum ekki í nokkra kannski mánuði ég veit ekki það sem langt en það er oft erum við að tala og við erum eiginlega bara að taka yfir hvort annað að segja annað og annað við breytum því Sippa Sippi frændi okkur, hann er stór maður og hann er alltaf bara sko, við erum bara tekur yfir hann er auctioneering guy já, allan daginn hann er rappari þegar hann er að tala sko. en þú veist að tala um að vera svo low að þú veist að sérstaklega þetta ég tengi mjög mikið með þetta að vera bara að vinna og hvað ég gerir það og svo ertu bara að vinna aftur þegar ég misti eða vinnuna á Dominos þegar ég bjóði gjarnum með mömmu þegar COVID byrjaði og svo byrjaði að læra að vera verslunarstjóri og mér var búið verslunarstjórastarf í mjóttin í bænum og ég byrjaði þar og gekk gaman og maður byrjaði að keyra bara í bæinn þannig ég vaknaði 8 og komin í bæinn 10 opnum 11, ég kem heim annarkvort 6 eða svona 10 kvöldið þannig að þá byrjaði ég bara að pæla eftir svona 4 daga ok, ég er annarkvort ég með kannski 4 tíma kvöldið eða kannski bara 2-3 and that's it og þess vegna bara þess að byrja þetta podcast really sko, bara því mér langar að halda áfram að vera með eitthvað svona following og byrja kannski að gera eitthvað gegn netið, byrja að selja eitthvað út og þetta svona anything man það er það sem er hægt aðlega leið og þú var hann að vinna og þess að hjá mér ég sem var nætuvöktum og ég vakna 4 daginn sko og það var svona allir mennarinn fyrir manni þess að það er maður að vera með rútinu akkurat sko fara út að labba krakkar, það er mjög gott fyrir ykkur við erum báðið, getur þú sýnt þetta við erum báðið með sama tattoo hérna já menn nobody cares work harder við fengum þetta í Amsterdam já menn og líka með en annað Rick and Morty tattoo en hashtag 2 brothers já veist, ég og hann við eigum annar bróður ég glemði we're just a bunch of cool kids cool kids man og ég alveg, þú ert búin að segja þú vilt aldrei fá þig tattoo nema að það sé eitthvað AC/DC drasl oh my god og svo þegar ég fekk mér AC/DC tattoo já þú stelur þetta af mér ég veit, þú ert ekki eini aðdándin hérna, sko nú ætlum ég bara að drepa mig it's over Halli, ok tilgangur í þessu
Og á þessum nótum þá ætlum við að Þetta var flottur endur. Jón, viltu plugga eitthvað? Þú með hana Instagram reyndar sem þú byrjar núna? Já, ég held að heiti Jón Stefán Hobby. Já. Ég er búin að breyta hann. Pornhub eitthvað. Það verður links in the description. Já. Add on Facebook, send on creepy messages. Það er rétt. Þegar ég fer að smíða aftur þá verður nóg að gera maður. Ég er með svo mikið hugmyndum maður. Kannski ég ætla að hafa mitt eigið podcast svo alveg að ég hef litla áhuga að gera þetta sjálfur. Mér skal hafa að vera gestur. Já. Það kannski kem ég hingað og kem ég gest með mér. Já maður. Það var ekki eitthvað. Aldís er for sure á listanum næst bara. Sure. Ég er mjög til í það sko. Svo kannski eitthvað svona eccentric listamenn eða eitthvað auðli. Algjöru vitleysingar sko. Ég þekki nóg Ég er svo Lexi, skilur við kannski spjalla hann. Lexi, já. Shit maður, láta hann koma og láta hann ekki taka lífið sín í nokkur dag. Það er svo gáðan af frjálega. Það var mjög stutt podcast, mjög langt. Ok, bara þessi manneskjæðan, hann er listmaður, hann er hunter, myndatökumæður og hann þjálfaði upp hund bara til þess að veiða með sér. Já, hann þjálfaði hann í langa tíma og hann bara, og þessi hundur fer út í bónus og bara byrja að éta fólk, ok, það er sem þessi hundur gerir. Jesus fucking brandar það maður, ég hef búin að segja, ekki segja frá þessu. Ég var feit af þessu. Líka eitt af markmiðum við þessi podcast er að komast aftur á DFF bara til að sanna hversu heimskulegt það er. Guðun á bænum, en að taka eitthvað á þessum sem samþinn, sko. Mörgum hlutum sem ég persónulega sagði sem var mjög ránt. Já. Og að senda DFF, og veist alveg, einhver keppvíkingur heldur hann sem mikilvæg. Þannig að ég vilja fylgjast betur með mér. Það er Frikki Snappari á Snapchat og Instagram. Það er gjafalegur með Steinabón eftir 2 vikur og svo er ég að Björna planningastöf, þannig að bara þetta verður gaman sko. Takk fyrir að hlusta og bye Jón. Bye.